Já, við ætlum næstu mínútur að ræða íslenska stjórnsýslu. Hún ekki sem skyldi. Það væri til dæmis hægt að nýta tæknina betur en við erum að gera. Og Þorvaldur Ingi Jónsson sem hefur mikla reynslu af stjórnsýslu sem fyrrum ríkisstarfsmaður kominn hingað að rauða borðinu til þess að ræða við okkur stjórnsýsluna og kannski einhver fleiri mál. Velkomin. Já, takk. Sko, þínum starfsferli lýkur fyrir cirka 4 árum þar sem þú ert hjá sjúkratryggingum og þið eruð 14-15 mann sem sagt upp í hóp uppsögn. Var það vond stjórnsýsla eða góð? Það var afar vond stjórnsýsla vegna þess að þar var ekki farið að réttum reglum eða við hóp uppsögn. BHM bent á það strax, bentir á þeirra og stjórninni. En við þessir starfsmenn vorum svona bara settir út. Og í stjórnsýslunni þar sem starfsmenn eins og þetta voru allt deildarstjórar, þá átti að fækka deildarstjórum, að þá og með því að blanda saman og búa til nýjar deildir sem kannski höfðu ekki nein samkynja verkefni, eins og það var sett saman lyfjamál og hjálpatæki, alþjóðamál og sjúkratryggingar og sjúklingatryggingar í eina deild sko. Eitthvað sem passaði ekki vel saman? Nei. Og sko maður átt að sjá því á sjúkratryggingum Íslands, þetta afar mikilvæg stofnun gagnvart bara öllum Íslendingum sem þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu, að þar og hver einasta deild að velta milljörðum. Og þá náttúrulega þarf að hafa mjög hæft fólk á hverjum stað. Ég hafði verið þróunarstjóri og var í upplýsingatæknimálum og ég var búinn að leggja áherslu á það þyrfti vegna þess að við getum nýtt upplýsingatæknina svo vel og getum sparað svo mikið með því að gera það rétt að þá vildi ég að það styrkt og var búinn að vinna að því frá 2017 sem þá deildarstjóri í raun þó að titillinn hafi verið þróunarstjóri. Og svo var stofnuð þessi upplýsingatækni svið og ég var settur inn á það svið en ég var og öll mín verkefni en engu að síður var í rekinn að þetta var skipulagsbreyting. Og sagt bara að nýr sviðstjóri upplýsingar myndi taka mín verkefni. Ég taldi þetta ekki vera góða stjórnsýslu vegna þess að ég hafði lært að ég byrjaði að vinna í stjórnsýslunni 1978. Ég nú það gamall hundur og var þá hjá ríkisbókhaldi og með mínu viðskiptafræðinámi. Og þá var alveg skýrt að það þyrfti raunverulega svona tvennt til þess að ríkisstarfsmaður væri rétt rækur. Fyrsta lagi bara allans verkefni lögð niður. Það átti ekki við í neinu af þessum fyrir okkur 14 af verkefni sem slík væri lögð niður en sömu verkefni voru svona sameinuð. En í mínu tilfelli var það ekki þannig, heldur var bara allt mitt sett inn á nýtt svið. Og hitt var þá það að menn hefði fengið áminningu og ítrekkað. Að þá auðvitað mætti rekamenn og ég hef auðvitað verið því ég að kenna leiðtogafræði og stjórnun og hef mikla og með meistarapróf í stjórnun og stefnumótun að þá hef ég lagt á það áherslu að við séum að færa okkur, við séum að þróa okkur í starfi og það sé gott að tala saman og gefa öllum tækifæri innan skipulagsheildarinnar að komast í meira krefjandi störf. En það sem gerðist þarna var bara á einum degi var kallað og í COVID-inu þetta gerðist í miðju COVID-i og þetta setti allt á annan endan. Ég og BHM taldi þetta og það ekki enn komið niðurstaða vegna þess að það sem hefur gerst líka í stað þess að það væri reynt að ná sáttum við þetta starfsfólk
og ráðherra og stjórnin hefur þá komið þar inn í og tala við forstöðumanninn, að þá málið sent til Mannréttindadómstólsins. Hver sendi það þangað? Já, það bara vegna þess að menn ekki að ná saman og það í héraðsdómi og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það stendur núna, en það ekki komið niðurstaða ennþá. Hópuppsögn, þetta raunverulega mjög einfalt. Ef það 10% starfsmanna sagt upp á einu bretti, þá það hópuppsögn og þá á að fara ákveðið ferli fram, þá að meta störfin, reyna að finna og hjálpa starfsmönnum að fá annar staðar starfi eða innan viðkomandi skipulagsheildar. Og þá að líða mánuður þar til uppsögnin sjálf sett fram. En þetta var ekki gert í okkur og ekki rætt við neitt, við vorum bara rekin og svo var okkur að vísu boðið nýtt starf þar sem við værum með 20-40% lægri laun. Já, þú hefur ekki tekið því? Nei, það var nú búið að ganga það mikið svona og þetta var það, maður brotnaði bara og endaði bara hjá virk eins og margir. Já. Trúnaðarbrestur. Já, og ekki grundvöllur til þess að starfa með viðkomandi áfram og BHM taldi þetta að vera rangt og líka því að í mínu tilfelli þá var náttúrulega ekki búið að öll verkefni voru til staðar, aldrei áminning og ég var með framúrskarandi úrskurð í mínu starfi. Já. Í sko svona starfsmanna viðtali sem var formlega til. En hvað gekk þá ráða fólki til? Hvers vegna var farið út í þessa breytingu að þínu viti? Já, það var eiginlega þessi hugmynd að fækka deildarstjórum og það væri hagkvæmnis aðgerð. Jú, en það ekki hagkvæmt að setja saman ósamkynja verkefni og það ekki skilvirkt og eitt af því sem hefur auðvitað komið í ljós eftir þetta að svona kannski þróun hefur ekki endilega fylgt því sem hafði verið að leggja upp með. Nei. Og við erum að tala það verið gerða rannsóknar á því hjá einu opinbera og sérstaklega í heilbrigðiskerfum að það sé svona 20-40% sóun. Já. Og hvað erum við þá að tala um? Sóunum felst í því að þú sem einstaklingur þú með ákveðna vanlíðan og telur þið verið eitthvað veikan þá átt þú í raun og veru að geta með þá tækni sem núna farið inn og spurt og fengið svör og þá þér leiðbent hvað styðsta og ódýrasta og hagkvæmasta leiðin fyrir þig til þess að komast inn í heilbrigðisþjónustuna. Já. Og það þarf ekkert endilega alltaf að vera læknir sem byrjar að tala við skilur tíð. Oft það þannig þegar menn eru búin að skipuleggja sig vel í heilbrigðiskerfinu, þá láta menn greininguna og láta menn einstaklingin sjálfan segja sem mest, þannig að hann vinni ákveðna forvinnu, þannig að tími læknisins sé mjög vel nýttur. Og þannig erum við að nýta, getum við sparað raunverulega milljarða eða sem veitt miklu betri og skilvirkar þjónustu. Já. Þá ekki allir að fara á bráðamóttöku eða allir þá maður að stýra og við getum notað upplýsingar og kerfin og tæknina til þess og þegar ég að kenna í svona leiðtoga fræðum og reyndar Qigong líka að þá maður að leggja áherslu á að við séum að leita alltaf og það gaman að koma í vinnuna að þegar við erum að leita betri lausna og við vitum að getum gert betur í dag en í gær og þá erum við öll saman raunverulega leiðtogar og þetta það sem maður að horfa á og þarna gæti stjórnsýslan með markvissum hætti verið að vinna sig miklu betur og nýtt miklu betur fjármunna. En
ef þarna voru teknar rangar stjórnsýslulegar ákvarðanir með skaðlegum afleiðingum, hafði þetta eitthvað með yfirmenn að gera, ráðherrana að gera, pólitíkin að gera? Já, það var náttúrulega pólitík að fyrir forstöðumaður, hann að ráðherra má á 5 ára fresti ákveða það að hann ætla að auglýsa ákveðnar stöður. Já. Og það var ákveðið með stöðu forstjóra sjúkratrygginga. Steingríms Ara. Já, 2000 og ég hafði starfað mjög náið með honum. Já. Og hann var mjög traustur og góður stjórnsýslu starfsmaður. Já. Og hérna, en það auðvitað litaði og svo... Að þú ert með honum í bandalagi? Já, ég að vinna með honum mikið og það kannski litaði þá að næsti forstjóri sem kemur inn og sem þá kannski ráðinn þétt upp að nýjum ráðherra. Já, þetta þekki ég sjálfur ágætlega. Einu sinni vann ég hjá Ríkisstofnun og það var mjög kært á milli mín og forstjóran sem reiði mig. Svo kom nýr forstjóri og þá bara allt í hennu var hægt að leggja niður starfið mitt. Já. Þannig að þetta þekkt. Jú, og kannski líka allt í lagi, en þá þarf það bara að vera í strúkturnum. Að ef einhver hefur starfað mjög náið með forstjóra, að þá sé viðkomandi boðið annar starf ef nýr forstjóri ekki tilbúin til þess að treysta á, en það reyndir aldrei á það. Nei. Og hún færði mér strax til bara nokkrum dögum eftir hún kom til starfa. Já. En ég ætla nú þarna að því að í stjórnsýslunni og ég skrifa 2005 mína meistararitgerð árangursríka stjórnsýslu. Og þar maður náttúrulega að horfa á, og þá var ég starfsmaður Ríkisendurskoðunar í sérfræðingur á stjórnsýslu sviði. Og þá var maður að leiða og athuga eru hlutverk hins opinbera vel skilgreind, hvað á hið opinbera hverju á það að sinna. Og það nokkuð vel gert í lögum og við erum að samsama okkur svolítið og OECD ríki. En síðan kemur spurningin, og það var það sem var 2005 þegar ég var að skoða þetta, þá hafði árangursstjórnun verið svona ofarlega. Menn vildu inn í stjórnsýslunni væri farið í árangursstjórnun. Og hvað þýðir árangursstjórnun? Það þýðir að þú ert búin að afmarka vel það sem þú átt að sinna og eru þín forgangsverkefni. Og getur þú mælt árangur. Já, og þú ert að mæla. Og hafa ákveðið viðmið til þess að við getum sagt að peningum hafi verið vel varið. Voru þessar 100 milljónir eða milljarður, fór hann og það sem ég var raunverulega komst að stofnanir höfðu þá á þeim tíma sett í skilmerkilega stefnumótun. Og ráðuneytið átti svo að taka við og fara yfir og samþykkja, þannig að það var verið að reyna að tryggja að ráðuneyti og fagstofnun viðkomandi ráðuneytis þekkti og væri sammála áhersluatriðin og hvað árangur ætti að ná. Þetta náðist ekki. Nei, hversu heldur ekki? Ég held að vissan hátt, og eitt af því sem ég bendi á að þessum tíma hefði þurft að styrkja ráðuneytin og svona kannski þétta stofnanir, fækka stofnunum þá með, en auðvitað þarf að passa það að vera eins og ég kom inn á áðan út af sjúkratryggingum, að það þýðir ekki, það ekki skilvirkt að blanda saman óskyldum verkefnum. Nei. Og við erum í litlu landi og svo framvegis, þannig að það hægt að það þarf ekki endilega að vera mjög margir í stofnun til þess að hún sé skilvirk. Það bara að verkefni séu skýr og fókuseruð, þannig að menn séu alveg kláraði hvað að vera að vinna. Og þegar til dæmis núna í stjórnsýslunni, þegar það var breytt ráðuneyti og málaflokka voru settir vítt og breytt og menn vita varla í dag hver sinnir hverju. Nei.
Gagnrýnir þær breytingar sem Já, þá kannski verið að gera hlutina þannig að það sé ekki nægilega skilvirkt. Og gagnrýnir þær breytingar sem áttu sér stað við upphaf síðustu? Ég hef ekki kynnt mér þar nægilega en ég finn það bara að menn eru svona óöryggir og leið og menn eru óöryggir með á ég að sinna þessu eða ekki, einhver annað sem má gera þetta eða ekki, þá gerist þú alveg lítið. En sko, þegar þú talar óöryggið, ég hef bara orðið sjálfur vitni af því í opinbera geiranum síðustu árum mín þar að það fer orðið eiginlega bara meiri orka hjá mörgum starfsmannum í samskiptin sjálf og að fylgjast með því hver nú vinur og hver óvinur, hver stendur með mann og hver ekki en tíminn sem fer í verkefnin sjálf. Ég margoft orðið vitni af þessu og það mjög margir sem að segja mér frá íslenskum stofnanaheimi að það sé nákvæmlega eins þar sem þeir vinna. Hvað veldur þessu? Sko, ef við horfum á bara og spyrjum okkur aðeins, sko, af hverju ég held að það sé 2000 manns hjá virk og ég fór þangað sjálfur, þarna 2020. Akkurat. Að það náttúrulega, það eitthvað verulega mikið að stjórnuninni og traustinu og akkurat þetta sem ég var að segja áðan og ég að tala þegar ég með mín námskeið leiðtogahæfni og þá þurfum við að styrkja, sko, þetta lýðræði líka, að við séum óhrædd við að tjá okkur, en gerum það fallega og spyrjum, af hverju finnst þér nú þetta, þú veist, og við erum að svona í spjalli, eins og við erum hérna, núna. Að þess að tjá okkur og vona við verðum komið gott úr því og það sé öllum að meina lausu sjálfum okkur og jafnvel öðrum og að fá þessa faglegu umræðum vegna þess að þú tekur aldrei góða ákvörðun nema þú sést búin að fá bestu þekkingu frá öllum sem eru og þá getur þú sagt ég var búin að hlusta á alla eða bara fámennur hópa við hliðina á þér sem þú hlustar á að þá tekur ekki góða ákvörðun og ef við erum hrædd þá ég eins og ég nefndi nú hérna við í okkar spjalli á undan að ég að kenna líka Qigong, þessa lífsorkuæfingar og þar maður að passa upp á orkuna sína og í þessu sem þú varst að tala að fólk að svo mikið að óöryggi og svona öll þessi kulnun, þessi 2000 manns á virk sem þú nefnir, þetta var ekki svona 1980 í íslensku stofnanaheimi. Nei, og það var kannski og ég held líka að þetta stöðullinn og menn ræða það miklu sko fyrr svona þú veist að þetta óviðinandi umhverfi menn býtu kannski meira á jakslinn og hörkuð af sér hérna áður fyrr sko og framkoma var nú ekki 80 fyrirmyndar hérna áður fyrr sko en ég að sko í þessu svo mikilvægt að við séum búin og að það veri rannsakað að við náum mesta árangri þar sem teymið, þar sem hópurinn, það fullt traust. Við þorum að tjá okkur og við þorum að gagnrýna á uppbyggilegan hátt og finna leiðir og við erum öll í sigurliði þegar við erum að finna betri leiðir. En leið og við drögum okkur í skel og erum bara að hlusta og svo förum við í næsta herbergi og töðum að það sé allt svo ómögulegt og það allir svona fávitar í kringum okkur. Að þá náttúrulega náum við ekki neinum árangri þá sundrast bara hópurinn og það verða skemmt epli í körfunni og stundum og það eitt af því sem menn þurfa að gera í stjórnun en menn finna að það bara fólk ekki að ná saman að þá þarf við að spyrja finnst þér sá einstaklingu kannski sem með ólund og ég kalla þetta nú sko mengunavaldur ertu gleðigjafi að sko að hvort að þessi starfsstaður sé rétti staðurinn og aðstoða þá viðkomandi við að kannski komast á annan stað og það í stjórnsýslunni ef maður förum aðeins inn á hann aftur
að þá það mann að gera sig grein fyrir því að það svolítið sérstakt að vera stjórnsýslu starfsmaður og í löndum eins og í Frakklandi til dæmis að þar eru skólar og ég átti þátt í því að við stofnuðum stjórnsýslu fræðsluna eitthvað 85-6 og ég held hún hafi sameinast aftur 91 eða 90 við endurmenntun og þá var verið að reyna að bjóða upp á svona námskeið fyrir nýja stjórnsýslu starfsmenn og starfsmenn í stjórnsýslunni til þess að menn skynjuðu betur hvað það vegna þess að þegar þú ert komin í stjórnsýsluna þá verður ráðherra sem kemur inn að geta treyst því að þú sért heill og vinni með honum og hafir ekki áberandi skoðanir sem að þú hafir viðrað sem að kynna bitna verkefnu þínum Já og jafnvel hindra ráðherrann í að koma einhverju fram sem honum liggur á hjarta Já. Og þess vegna hef ég sagt að í málaflokkunum og í ritgerðinni minni tekið þetta sérstaklega fyrir að á 4 ára fresti ætti að fara yfir málaflokkana leið og nýr ráðherra kemur inn þá ætti að fara yfir alla málaflokkar sem til hans ráðuneyti svona erum við að vinna þessum málum í dag þetta eru áhersluatriðin eins og þau eru í dag við stöndum hérna í dag hvaða áherslu myndir þú vilja sjá að við hefðum næstu 4 árin og þá getur ráðherrann strax í byrjun komið á framfæri sínum áhersluatriðum og fengið sína faglegu stjórnsýslu starfsmenn til þess að koma með tillögur að raunhæfum breytingum og í hvað skrefum þessar breytingar gætu átt sér stað. Það sem gerist allt og oft á Íslandi að við setjum falleg lög og við segjum við ætlum að vera svona og svona. Já. En við sjáum hvergi framkvæmda áætlun eða við sjáum hvergi tímasettar áætlanir eða forgangsverkefni eða neitt slíkt og þetta rosalega óábyrgt. Við hefum frekar að taka minni skref og fara og segja við erum ákveðin vegferð, við ætlum hingað en við erum hér við verðum að fara hérðan og fikra okkur áfram og þá og vera með mælanleg og tímasettar áætlanir 3 mánaða fresti og hverju ári erum við búin að stíga ákveðin skref þannig komumst við eitthvað áfram Já, en nú langar mig aðeins að kannski venda kvæði okkar í kross mér langar að spyrja þig út í svona breytta hugmyndafræði bara í heiminum aukna einstaklingshyggju hún hefur leitt til þess að sumpart þá trúum við því ekki lengur að til sé fórnfúst fólk sem ætla bara að bæta sitt samfélag með því að vinna fyrir almannahagsmuni frá morgun til kvölds. Það hefur orðið minni áhersla á hið félagslega og svona hið kollektífa í hugsun okkar. Við erum mjög einstaklingsmiðuð. Við trúum því að búið að segja okkur það, nýfrjálshyggjan sagði okkur það að við værum bara eigingjörn gráðug, hugsuðum fyrst og fremst okkar eigin hag og þannig væri það bara. Við ættum ekki að skammast okkar fyrir það. Og þetta hefur grafið undan ríkiskerfunum, þetta hefur grafið undan trú okkar á til dæmis opinberum starfsmönnum. Þetta hefur grafið undan þeirri hyggju að opinberi starfsmenn séu afburðahæft fólk sem að fórna sér í þágu samfélagsins. Við höfum líka orðið vitni að mjög miklu launaskriði í þessum geira sem hefur ekki verið til þess að auka traustið Það margt sem bendir til þess að sumir af best launuðu starfsmönnum Íslands núna séu bæði með belti og axlabönd þeir séu með ofboðslega háar tekjur inn í ríkinu, í ríkisstörfum en á sama tíma njóta þeir allra fríðindana og það sem opinberi starfsmenn hafa umfram einkageirann. Og kann að vera að þessi hugmyndafræðilega pólun að það svona alls vantraust í gangi og samanber þetta sem ég að nefna kann að vera að þetta setji bara
stjórnsýslu, starfsmenn stjórnsýslunar í ákveðna kreppu, eitt og sér? Sko, þetta er umfangsmikið sem þú vilt fara inn í. Sko, fyrsta lagi vil ég segja það í heiminum. Og ég legg áherslu á það í öllu sem ég geri að það er friður og í Qigong og þessu sem að það er ekki friður í manni sjálfum og í umhverfinu og þá sé heilsa og þá sé langlífi. Og þegar við erum að horfa á heiminn í dag þá sjáum við að hann er lítill. Við sjáum fréttir allstaðar að og það verður ekki friður í heiminum fyrir en við förum að hugsa okkur fyrst og fremst sem jarðarbúa. Ég er jarðarbúi. Ég er í sýslunni í Íslandi. Ég býð þar og ætla að vera í samstarfi við aðra. Og það er og ég held að sko það hefur mikið verið talað og hefur komið fram í þáttum hjá ykkur meðal svona tæknina. Fólk sé ekki að horfast mikið augu eins og við erum að gera hérna yfir borðið. Heldur sé svona og þess vegna sé þessi skautun og þetta menn er ekki að og það ætti að leiða menn miklu meira saman í bara sem eru ósáttir inn í ykkur herbergi, friðarherbergi eða sáttarherbergi. Eða bara leyfa þeim þar að berja hvor annan. Já, bara að setja þá inn í herbergi saman sko. Putin og svona aðra sem eru þarna Zelenski kannski og það gera þær hjá páfanum, þeir fara ekkert út fyrir en það kemur ákveðin hvítur reykur upp og þá eru þeir búin að velja sér næsta páfa. Jú. Nei, en svo að stjórnsýslunni sjálfri að þá auðvitað sko þarf að ramma hana betur inn og stjórnsýslan og það á að vera eftirsóknarvert að vera stjórnsýslu starfsmaður. En þá ertu líka að gangast undir ákveðin aga og það þurfa að vera mjög sterk skil á milli þess að vera stjórnsýslu starfsmaður eða pólitískur starfsmaður sem kemur inn með ráðherranum. Já. Og þeir þurfa allir að fara þegar þeim er kannski á tímabilinu raðað inn í einhverja stöður og þá er allt í einu næsti ráðherra veitan af því að það er fullt af starfsmönnum hérna sem voru munstraðir af fyrri starfsmanni og það var mjög sérstakt til dæmis núna að ráðuneytisstjóri þegar Sigurður Ingi tekur sinn ráðuneytisstjóra með sér yfir í fjármálaráðuneyti í ferli ráðninga. Já. Þannig að þá er sko ráðuneytisstjórinn svona hálfpartinn orðin svona pólitískur. Er þetta vond stjórnsýsla? Já, þetta er auðvitað allt sem sko gerir vantraust næsta ráðherra að hann treysti ekki ráðuneytisstjórnunum fullkomlega. Nei. En ég hef enga forsendun til að segja í sjálfan sér, ég er bara að tala að þetta sé sko núna eflaust er þessi ágæti ráðuneytisstjóri mjög hæfur og góður maður. En þegar þetta var þá var ákveð ferli í gangi. Það var langt komið með ráðningu, faglega ráðningu á ráðuneytisstjóra, nýjum ráðuneytisstjóra. Og eitt af því sem kannski þetta í mínu tilfelli líka, að þegar ég er með til sjúkratrygginga 2014 og þá var mér boðistarf, ég hafði verið ráðgjafið þeirra áður og það var hagkvæmara fyrir þá að ráða minn sem deildarstjóra. Og þá hugsaði ég, ok, nú er svona farið að styttast í annan endan hjá mér í mínu ævistarfi og þarna eru spennandi verkefni sem ég þekki og ég ætla að standa mig og ég ætla að leggja bara, þú veist, ég ætla ekki að fá áminningu og ég veit að þessi verkefni verða áfram þannig að ég ætti ekki að vera skilur rekinn eins og gerðist. Og með einhverju einfaldri skipulagsbreytingu og það sem gerir það verkum í raun og veru að starfsmenn ríkisins eru ekki öruggir í starfinni þó að þeir sé að sinna því vel og þetta er líka umhugsunarvert fyrir stjórnsýsluna vegna þess
Það sem ég ætlaði að segja, það þetta mjög mikilvægt að þegar þú ræður þig inn í stjórnsýsluna, alveg sem þú ræður þig inn í eitthvað fyrirtæki, að ef þú stendur þig þá færðu ákveðin framgang. Já. Og þess vegna það mjög slæmt þegar þú kannski ert búin að vinna mjög öttulega og þekkir málaflokkin mjög vel og búin að kynna þér í 10 ár eða jafnvel 20 og ert hæfur stjórnandi. Já. Að þá allt í einu þegar kemur að ráðuneytisstjóra stöðuna þá skotið inn einhverjum nýjum manni jafnvel sem hætt á þessi pólitískt ráðin. Já. Og það brýtur þá upp að kannski metnaðarfullir einstaklingar sem vilja komast alla leið séu tilbúin til að fara inn í stjórnsýsluna. Stjórnsýslan þarf á sína hæfasta fólki vegna þess að eins og hefur verið minnst á í Skandinavíu að hluti af mjög sterk tenging við hamingjuríkt samfélag að stjórnsýslan sé sem sagt góð og njóti trausts. Já. Og það gerist ekki ef það verið að blanda henni allt og mikið inn í pólitískt þras. Nei, hér mjög mikil umræða átt sér stað síðustu mánuði ónýtar stjórnsýslustofnanir Íslands gagnvart fiskeldin og Vestfjörðum. Já. Og auðvitað, sko, það líka pólitík og svo lög og reglur og bara geta og ef stofnanir eins og orkumálastofnun kannski að óörugg við sem stofnunin óörugg að þá gerist lítið. Já. Af því að það veit ekki alveg sko ef ég gerir þetta það pólitískt rétt. Ef ég gerir hitt það í lagi og þetta ekki góð stjórnsýsla vegna þess að eins og ég nefndi að þegar ég var að byrja í stjórnsýsluna þá sögðu oft ráðherrar í viðtölum ég get nú ekki alveg svarað þessu ég þarf að ræða við minn ráðuneytisstjóra. Já. Vegna þess að þá vissum menn að það yrði að vera farið eftir réttum lögum og leikareglum og sögðu ekki þannig í fulleringar í fjölmiðlum á þess að hafa eitthvað á bakvið sig. Og þetta kannski, og svo náttúrulega þegar það fara að koma svona upp alþjóðlegt samstarf og við erum að taka upp alþjóðlegar lög og reglur að þá náttúrulega verðum við að fara að spyrja okkur að því með Ísland og áhættugreina bara Ísland sem slíkt. Sko, það skynsamlegt fyrir Ísland og núna veðurfræðilegt verið að tala eitthvað kaldan blett fyrir Vesturland og Golfstraumur og annað slíkt og allar rannsóknir skortir á hvað geti gerst og við viljum ekki fara í samstarfi 400 milljónir Evrópubúa. Þetta skynsamlegt? Skynsamlegt við heldum við sem betri gjaldmiðil sem 400 smása bakvið eða 400 milljónir. Það erfitt að sjá það. Og meiri líkur á að svona samræmd löggjöf tryggi betur okkar hag sem eru svona kannski byggjum svona á ystu mörkum. Og þetta ég held að þetta sé eitthvað í genunum hjá okkur. Við erum svolítið hrædd við sko að það sé alltaf verið einhvern veginn að ráðast yfir okkur en samt leifum við alltaf við erum mjög sko eins og frakkarnir ef þeim misboðið þá bara fara með henn út og eru með læti en hérna einhvern veginn og ég vissum að til dæmis í Frakklandi eins og þetta hefði komið upp sem gerðist hjá sjúkratryggingum að því að við þessi 14 sem var sagt upp í þessari hópuppsögn að þá hefðu kannski bara allir starfsmenn sem sagt lagt niður vinnu bara sagt við tökum ekki þetta er vont og við látum ekki þetta yfir okkur ganga en við einhvern veginn Íslendingar erum svolítið að láta sko við segjum bara í heita pottinum og svona en erum ekki alveg að vera nóg en
aggressív nema náttúrulega þetta í 2008 var náttúrulega menn með potta á pannu en þetta auðvitað umhugsunar en aðalmáli það að menn séu tilbúnir til þess að taka faglega umræðu verkefnin og reyna að tryggja og byggja upp traust. Já. Og þess vegna verður stjórnsýslan að passa upp á að ganga ekki fram gagnvart borgurum sínum með ofríki. Já. Og það til dæmis eitt dæmi sem vert að minna á að ríkið hefur mjög oft tekið, og ég man alveg eftir því að erlent lán var tekið kringum 1980 greiddi 7,5% vextir af því og svo var það gert upp einhvern tímann seinna og ríkið að fjármagna sig með ýmsum hætti. Ríkið fjármagnaði húsnæðislán með ákveðnum hætti með þeim sjóði. Með erlendri lántöku? Nei, þegar núna sem núna í umræðinu húsnæðisbréfin ILS ILS-sjóðin og þar ríkið þrátt fyrir að það sé búið að benda á að þarna sé ríkið skuldbundið þá var samt að reyna að setja inn lög og setja með þessi opin lög þannig að stjórnsýslan og brjóta kannski niður traust og það miklu skaðlegra heldur en þeir milljarðar sem ríkið að spara. Já, ríkið að reyna að spara sér smá klink en eyðilegu traustið við borgarana. Já, og það hefur líka smitandi áhrif þá út á fjármálamarkaðinn og annað slíkt. Og það nú síst af því sem við þurfum að halda okkar litla markaði að það sé enn minna traust. Þannig að góð stjórnsýsla hún gulls ígildi og hún mjög mikill grunnur að góðu samfélagi. Og þess vegna ég að koma fram hérna og ræða þetta þó ég sé ekki lengur starfsmaður. Að ég vil að menn svona skynji það að stjórnsýslan þarf á mjög og með mjög gott fólk en það þarf auðvitað þar eins og annars þar að rækta þekkingu vera með árangursviðmið af því að þegar stöðin hérna ætlar að lifa þá verður þið að afla ykkur tekna. Já, við byrjum til almennings og segjum bara erum við til í að styrkja okkur 2500 kalla. Já, mánuði. Og ef það gengur ekki stílu þá bara fer viðkomandi starfsemi á hausinn. En hjá ríkinu þá fer maður bara að vinna á fjölmiðli númer 15 þetta númer 14. En hjá hinu opinbera þá náttúrulega verkefnin reynt að velja þau og það fjárveitingar sem dekka og þegar ég starfaði hjá Ríkisendurskoðun 2003-2006 sem sérfræðingur á stjórnsýslusviði þá hafði ég umsjón með að taka saman rittengt fjárlögunum og þá hafði ég samband við alla forstöðumenn sem fóru 4% yfir heimildir og spurði okkur að því að það mátti náttúrulega ekki. Og maður eftir þessum lista sem kom alltaf einu svona ári. Og þá sögðu þegar við erum búin að nefna þetta við ráðuneyti og spyrja ráðuneyti eigum að sleppa þessu verkefni eða hinu og ráðuneyti hefur ekki svarað okkur alveg heldur sagt kannski að því að kannski hafði eitthvað pólitíska tengingu að við skulum bara bíða eins og við leysum þetta í fjáraukanum. Já, einmitt. Og þarna akkurat það sem ég nefndi í þessu samspili og samtali milli fagstofnana og ráðuneytanna sem svo mikilvægt að stofnunni sé að vinna í takt við og það sé sameiginlegur skilningur á forgangsröðun verkefnana og það sé árangursmælingar. Þannig að og ég myndi vilja sjá með ríkisreikningnum ákveðið yfirlit sem gefur almenningi að því eitt af því sem ég rannsakaði líka í minni ritgerð var upplýsingatæknin að hún væri opin
að almenningur geti áttað sig betur á því fyrir hvað stendur þessi stofnun. Hvað er hún að gera? Af hverju eru eyða 500 milljónum í þessa stofnun? Og með því að draga fram helstu verkefnin og hvað það er og svo þetta starfsmennina og það sem gerð raunverulega mæling á ánægju viðskiptavinana þeirra sem stofnunin þjónustar, þá eru við komið með svona smá stöðu á hvernig þessi stofnun er að standa sig. Já. Og þá er komin einhver grundvöllur til að byggja á, en í dag virðist held ég að hann sé mjög svona á tilfinningalegum grunni byggður, ekki á faglegum. En það var meistaranemi í lögreglufræðum sem skrifaði ritgerð í fyrra vor, minni mig. Og yfirskrift ritgerðarinnar það hefur aldrei neinn verið rekinn frá ríkinu fyrir að gera ekki neitt. Og þetta er tilvitnun í lögreglustjóra þegar hún ætlaði að fara að sanna sig og gera aðeins meira kannski heldur en þurfti að gera og gera kannski eitthvað sem gat skapað eitthvað umtal eða verið umdeilt eða eitthvað slöðis í starfinu, þá hafði yfirmaður hennar lögreglustjórinn sagt þetta við hana, að best væri að gera sem minnst. Ef maður inni hjá ríkinu þá væri best að bara lay low, fara lágt í hvers skipti sem þú myndir ákveða að gera eitthvað, þá geti skapast ákveðan umdeilanleiki og það er oft talað að íslensk stjórnsýsla sé í tröllahöndum korporismans og auðvaldsins og mín reynsla af því að vinna á ríkisstofnunum er svolítið svo að þegar kemur að því að setja reglugerð eða að koma með einhverja refsingu eða veita stórum einkafyrirtækjum aðhald, þá er svona smá ótti við því lögfræðilega og það er ákveðin hvati hjá starfsmönnum íslenska ríkisins aðhafast ekki of. Já, og þetta er mjög áhugavert að við grípa hans inn í þetta. Af hverju er þetta svona? Vegna þess að menn hafa ekki sett sér skýr forgangsverkefni sem við ætlum okkur að færa okkur, við erum sammála ráðuneytinu og öllum og ég hef stuðningi að færa mig héðan og þangað. Og þá erum við að vinna markvisst og það er það sem ég er að tala um. En ef ég sem einstaklingur ætla að hoppa eitthvað svona, og hef ekki baklandið og ég er ekki búin að ræða og þá jafnvel lítur forstjórinn á það sem eitthvað einkaflip og þá er ég í vondum málum. Og þess vegna þegar það er ekki farið í forgangsröðun verkefna og sett upp metnaðarfullt plan, þá er þetta hættan. Að menn bara segja ok, við skulum ekki vera að gera of mikið og nagar blýant eða borar í nefið og reynir átt að þig og augnar á því hinna sem eru þarna inn í opna ríkinu. Ég er mjög ég vil með mín öll reynsla af stjórnsýslu og stjórnsýslustarfsmönnum er góð, svona almenn. Og menn er að vinna vel og byggja upp og það má líka tala dæmi það sem hann Ásmundur Einar Daðarsson? Já. Heitir hann ekki? Jú. Eða heitir hann Daði Einarsson? Ásmundur Einar. Þegar hann kom með nýtt skipur og rak menntamálaráðuneytið fullt af hæfu fólki. Hann er að fá ákvörður í dag að hafa ekki skilað ákveðnum gögnum. Ég meina, hvað gerði hann? Var hann að skilur þarna er gengið fram með, þetta er vond stjórnsýsla. Við eigum að nýta þá að því að menn eru búin að safna mjög mikilli þekkingu að lengri tíma inn í stjórnsýslunni. Þeir eru búin alveg svo ég var búin að gera að kynna mér reglurnar í kringum sjúkratryggingar á málaflokka sem hún byggir á og veltir yfir 100 milljörðum og það skiptir miklu máli ef það segjum að það séu 10% sem er hægt að gera betur, þá getum við nýtt 10 milljarða
betur og það er leikandi hægt að gera það inn í heilbrigðiskerfinu en fólk þarf að fá forgang þarf að fá sýn á það sem á að gera til þess að og metnað, auka metnaðin þannig að þetta er auðvitað stjórnunarlegt En sko, þú hefur svo mikla reynslu og mér langar til þess að spyrja þig svona að finna að líða lokum að spjallsjá okkur þú ert í raun búin að vera forstöðumaður yfir ríkisbókhaldi og þú byrjar á 8. áratugnum að láta að þér kveða síðustu aldar hefur þið fundið sem pólitísk ítök ráðherra hafa þau farið vaxandi eftir því sem að tímanum hefur undið fram í þínum störfum voru stjórnsýslustofnanir áður óháðari eða er það öfugt? Svona mín tilfinning nú hef ég ekki rannsakað þetta en allavega það sem kom út úr þessu hjá og mér sýnist sko eftir 2008 líka þessi ritgerð mín var gerð 2005 að þá náttúrulega var svo mikið los í samfélaginu og sko mín tilfinning er að einhvern veginn að pólitík, stjórnsýsla sé of samtengt og það er ekki gott Nei, það þurfum að gera skil á milli Já, og við þurfum að ramma raunverulega og gera stjórnsýsluna mjög effektífa og það sé fullt traust til hennar og vegna þess að hún á og ég trúi því að hún sé að sínum mætti að vinna gott starf fyrir borgarana þannig að það var alltaf lögð rík áhersla þegar ég var að byrja munum stjórnsýslan Séra Jón og Jón eiga sama rétt lögin er að tryggja það og þannig þarf það líka að vera að borgararnir geti með einföldum hætti þegar við höfum tæknin í dag slegið inn og spurt í gegnum Ísland.is til dæmis hvaða rétt á ég þessu sko að þegar það er auðvitað viljum við og við þessi gömlu hundar það er bæði réttur og skyldur að við viljum að allir sé að leggja sitt að mörkum borgi sína skatta og skyldur en við séum líka að fá faglega þjónustu tilbaka og hún sé gerð þannig að peningunum sé vel varið og þess vegna er ég bara að segja það að það þarf að fylgjast með því lagasetningu og forgangsröðun verkefna að við séum örugglega stilla hlutunum upp að við séum að nýta peningana sem allra best skattfé borgarana í góða og skilvirka þjónustu hvort sem það er í heilbrigðiskerfinu menntakerfinu og vegagerðinni allt sem við erum sammála að þið opinbera sé að vinna og þar þurfum við líka að hafa alveg skýrmörk á því hverju ætlum við að sinna og hverju ekki og þegar við ráðum inn og það er mjög mikilvægt að það komi fram að þegar við ráðum einkaaðila til að sinna þjónustunni þá hefur verið bent á það sem vanti þar oft upp á og þegar menn eru að tala kostnaðan við það vanti að eftirfylgnina það er að segja að þessi tekka á því þessi þjónusta veitt samkvæmt samningi rétt þannig að það sé verið að rukka fyrir raunverulega góða og gilda þjónustu og það er aðalmálið þannig er sko hvort að Landspítalinn sinni einhverjum verkefnum eða læknar út í bæ en þegar það er samið við þá að það þarf að gera það á faglegan hátt og það þarf auðvitað líka faglega að fylgjast með því að þeirra störf og séu rétt og samkvæmt sko samningi og þetta á við allar framkvæmdir sem ríkið semur að það þarf eftirfylgni og það er það sem vantar oft upp á þegar menn er að reikna út þetta hagkvæmur að gera þetta með ríkisstarfsmönnum sko eða að ráða inn verktaka að þá gleymist oft að taka þennan kostnað sem raunverulega að fylgja eftirfylgnin En Þorvaldur Ingi Jónsson heyrði ég þið segja það rétt í upphafi spjallsins að mögulega gætu við nýtt fjármuni okkar betur sem nemur 30%.
Já, það hafa verið gerðar erlendar rannsóknir sérstaklega í heilbrigðiskerfinu, satt 20-40%. 20-40%. Og ég held að þegar við erum að horfa á þá tækni sem er komið núna, að ef við erum að skipuleggja stjórnsýsluna vel og ramma hana inn, forgangsraða verkefnum, gera hana mjög svona effektífa, það sé engin hætta á því að menn sé að naga einhverja blýjandi að bíða eftir bara tímanum, heldur að vinna raunverulega markvisst að því að þjónusta borgarana, að þá, sko, þó við séum ekki endilega að spara, sko, heldur erum við bara að veita betri þjónustu. Alveg svo í heilbrigðiskerfinu, við getum alveg nýtt, sko, þessa fjármuni. Við erum að tala sko, geðfólks. Og þar viljum við auðvitað sjá bros og það er fallegt hjá ykkur að þeir tala svona að við erum að faðmast og það er akkurat það sem við erum að gera í Qigong-fræðan aðeins að minnast á. Og Vigdís Finnbogadóttir er þar. Já, hún og við hefum rætt í á Vigdís minn lífsmátan, að þetta er lífsmáti þar sem við erum óttumst ekki aðra manneskjur, heldur viljum leggja lið og vera góðar og gefandi manneskjur. Og það er umverulega það sem þarf að breyta. Við þurfum að fá svona ró og yfirvegun og þannig að allir þori að taka og megi taka þátt í umræðinni. Á þess að vera hræddur að það hafi einhverjar djúpstæðar afleiðingar þó einhverju sé ekki til dæmis sammála mér hér í dag að það sem ég er að nefna heldur er ég að opna og það er þá tilefni fyrir aðra til þess að segja þú veist hvernig þeir sjá hlutina verða betri og þá leið og ég fæ nýja vitneskju þá þarf ég að meta hana. Já, þakka þér Þorvaldur Ingi fyrir að stækka umræðu panelinn hjá okkur á Samstöðinni með að mæta hingað í kvöld í fyrsta skipti. Kannski fáum við þig oftar. Já, takk fyrir mig. Og gangi ykkur vel. Þakka þér fyrir og sömuleiðis og við skiljum þá á friðsamlegum mannbætandi nótum. Já, takk. Og vindum okkur þá yfir í aðra sálma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is